Heimili þar sem að tekjur eru innan við 700.000 á mánuði get ekki nýtt sér til fulls þann hluta skuldalækkunar ríkisstjórnarinnar sem snýr að skattaafslætti vegna séreignarsparnaðar. Hægt að lækka húsnæðisskuldir sína með því að nota alltaf 1,5 milljón af séreignarsparnaði til þess að greiða inn á höfuðstól samkvæmt frumvarpi sem forystumenn ríkisstjórnarinnar kynntu í gær. Ekki þarf að greiða skatt af þessari upphæð. En ekki geta allir lækkað höfuðstól sinn 1,5 milljón því þeir hafi ekki nægar tekjur. Hámarksafsláttur 0,5 milljón á ári í 3 ár á heimili, hvort sem fyrir einstakling, hjón eða aðra sem uppfylla skilyrði samsköttunar. Heimili með 300.000 í heildartekjur á mánuði getur í mesta lagi lagt 18.000 í séreignarlífeyrissparnað á mánuði fyrir eða 216.000 á ári og 648.000 krónur á 3 árum. Þetta heimili vantar 852.000 krónur til þess að geta lækkað höfuðstól húsnæðisláns 1,5 milljón króna. Á sama hátt vantar heimili með 500.000 í heildartekjur á mánuði 420.000 krónur til þess að fullnýta höfuðstólslækkun með séreignarsparnaði. Heimili með 700.000 krónur eða meira á mánuði nýtur hins vegar skattaafsláttarins og höfuðstólslækkunarinnar til fulls. Tæplega 63.000 heimili eða fjölskyldur áttu fasteign og skulduðu í henni samkvæmt skattframtölum fyrir árið 2012. Þessir geta nýtt sér séreignarsparnaðarúrræðið. Athygli vekur að tæplega 15.000 þessara fjölskyldna leggja ekki fyrir í séreignarsparnað. Búast má við að einhverjar þeirra sjáu sér nú hag í því að byrja á því. Þeir sem ekki eiga fasteign en hyggjast kaupana innan 5 ára geta líka nýtt sér skattaafslátt séreignarsparnaðar næstu 3 ár. Samkvæmt skattframtölum 2012 voru þessi heimili 70.000. Þar af voru 38.000 sem lögðu ekki fyrir í séreignarsparnað.